giftast fyrir mig áður en þú ferð út að leika þér, sagði Marta. Það, mamma? Sagði Villi afar vonsvikinn, en svo lifnaði yfir honum þegar Marta sagði, kannski þið viljið fara báðir, annarra manna húsum. Hún María gamla hafði verið svo mikill ræfill undanfarið að Mörtu langaði að senda henni nýbakaða kóngulóarköku. Hún setti kökuna í lítinn kassa og kassan ofan í hnakktöskuna á hjólinu hans Villa. Jæja, Villi minn, farðu nú ekki hratt svo að kakar hristist ekki öll í sundur. Nei, svaraði Villi og Sjonni kvaddi. Og þeir lögðu af stað heim til Maríu gömlu gegnum skóginn inn í þorpið, fram hjá húsinu hans Ívars og varlega fyrir hornið hjá Óla lögregluþjóni. Þeir kölluðu til hans, góðan daginn, herra Óli lögregluþjónn. Og honum brá svo mikið að hann datt út úr hengirúminu. Hún var svo ánægð að sjá kökuna. Hvað hún girnileg, hvað hún mamma þín góð. Segð henni Villi minn að ég sé afar þakklát og má ég nú ekki bjóða ykkur bita af kökunni. Villi hefði sagt, þakka þér kærlega. Án þess að hugsa sig tvisvar, en þar sem Sjonni kunna haga sig kurteislega, gaf hann Villa olnbogaskot og sagði, nei, þakka þér fyrir, mammas Villa á von á okkur í mat, en þakka þér samt fyrir. Já, þakka þér, sagði Villi fýldur og þeir kvöddu Maríu og lögðu af stað. Óli lögregluþjónn stóð að gangstéttinni þegar þeir hjóluðu hjá, en þeir hjóluðu hvorki hratt né á miðri götunni svo að það var ekkert út á þá að setja. Góðan daginn aftur, herra Óli lögregluþjónn, kölluðu þeir. Þegar þeir voru komnir fyrir hornið, sagði Villi, komum í kapp heim. Og þeir geistust af stað. Þegar þeir komuður heim, héldu þeir áfram að leika sér á hjólunum. Fyrst hjóluðu þeir hringi, stóra hringi og svo minni og minni. Síðan tóku þeir að fara í krákustíga og það var þá sem óhappið varð. Hjólin þeyttust í aðra áttina en Villi og Sjonni í hina og lentu beint í forinni. Og þið ættuðu nú að geta ímyndað ykkur hvað gerðist næst. Hólmgeir, pappans Villa, lét dæluna ganga og þeir hlupu garðinn til að þerra sig. Marta hundskammaði þá fyrir að útbýja fötin sín, en að því að þeir höfðu verið að sendast fyrir hana morguninn, fyrirgaf hún þeim og gaf þeim sneið af kóngulóarköku. Því var það að þeirra Villi